Það eru komið með foreldrarna Áslaugar Mundu hérna. Þið eru ekki á ykkar fyrsta stórmótið það? Nei, við erum á okkar þriðja EM. Þriðja Evrópumótið, þið voru núna í Englandi fyrir nokkrum árum. Hvernig upplifun var það? Þetta frábær upplifun, alltaf rosalega gaman, mikil stemming. Maður getur henni ekki sleppt þessu. Við ákvaðum að koma alveg burt sér frá hvort að Áslaugar Munda kemur ekki, það langaði að mótið. Áslaugar Munda auðvitað í hópnum samt, nýútskrifaður Harvard. Hvernig var að fylgjast með henni útskrifast úr þessum virta háskóla? Það var bara virkilega flott og mikil upplifun. Gaman að fylgjast með þessu og sjá svona þennan stóra viðburð og náttúrulega mikil persónuleg viðburður fyrir hana og okkur líka. Það er alveg risastórt afrek. Já, það var risastórt afrek að klára Harvard fyrir hana sérstaklega. Núna erum bara mætt á sitt annað stórmót nokkrum vikum eftir það. Bara, hvernig er að fylgjast með dótturinni í þessu öllu saman? Þetta er bara mjög skemmtilegt. Við erum alltaf stolt af henni og við öllum okkar stelpum er það mjög gaman að fara á svona stórmót og eiga þáttakanda, stækka mótið og við auðvitað séum miklu stuðningsmenn allra stelpnanna og landsliðsins. Áslaugar Munda er með þetta ekki ykkar eina fótboltastelpa? Nei, við hefum 4 dætur allt í allt og Björg, svo yngsta, hún er á fullu í fótboltanum líka, stendur sig gríðarlega vel. Og hver veit nema hún verði einn daginn á svona stórmóti? Það er aldrei að vita, hún hefur aðeins farið mjög vel í honum, maður veit ekkert, það verður gaman að sjá. Fyrsti leikur á mótinu í kvöld á móti Finnlandi, hvernig bara líður ykkur fyrir þennan leik? Við erum bara mjög vel stemt fyrir þennan leik. Við eigum eftir að sigra hann, örugglega. Þetta verður bara gott start á góðu móti. Verðið þið ekkert stressuð í stúkunni þegar að fylgjast með íslenska liðinu? Nei, þetta er bara meira spenningur, við höfum fulla trú á þeim. Þetta verður 3-1 í kvöld, bara áfram Ísland, þeir eru bestar. Er ekki komin tími með þetta að fara upp úr riðlinum á þessu móti? Það er bara sjálfgefið núna, gerum það. Gerum það, vonast að þið takk fyrir þetta, Viðtal.